En þetta ekkert af því að ég sé endilega vöntun hjá ykkur. Þetta var eitthvað sem að greip mig og þetta orð sem að mér finnst bara þurfi að hljóma í okkar söfnuði. Og ég ætla að fara með ykkur inn í síðustu kafla í fyrstu Mósebók. Þið veit, í fyrsta Mósebók byrjar á því að segja ykkur frá því að Guð skapaði himinn og jörð. Og við erum kannski ekkert mikið að lesa í Gamla testamentinu. Við flokkum þetta svolítið niður og segjum það Nýja testamenti sem gildir og við erum öll þar. Nýja testamenti gildir. Það sáttmálinn sem við erum undir. En það svo margt í þessum gamla sáttmála sem á alveg erindi til okkar. Og vitið þið að þegar við komum í þessa kafla, þá byrja ég í kafla 37 og það svo athyglisvert. Þá kynntur til sögunar ungur maður, hann kannski svona 17 ára gamall þegar við kynnumst honum fyrst. Við vitum að hann sonur Jakobs, hann á fullta af eldri bræðrum, hann var eiginlega næst yngstur og þá komum við að þessu að þegar hann 17 ára gamall, þá var eiginlega ævi hans sett í stefnu. Hann vissi ekki fyrir eftir á. En þegar við komum og kynnumst ævi þessa manns, þá hún skráð í fyrstu Mósebók frá kafla 37 og alveg til 50. Og mér langar til þess að við förum svolítið í þessa sögu. Það segir frá Jósef á þennan hátt, fyrstu 2 versin. Jakob bjó í landi því sem faðir hans hafði dvalist í sem útlendingur í Kananlandi. Þetta ættarsaga Jósefs. Eða Jakobs. Þegar Jósef var 17 ára gamall, gætti hann sauða með bræðrum sínum og hann var smásveinn hjá þeim sonum Bílu og sonum Silpu voru konur föður hans og Jósef bar föður sínum illan orðróm þá. Og takk eftir, Jósef var kannski ekki alveg nógu skynsamur þegar hann sá að það var ýmislegt ábótavant og ýmislegt að í fjölskyldunni, eitthvað sem að honum líkaði ekki. Hann þurfti ekki endilega að segja það, en hann afhjúpaði bræður sína og sagði pappa sínum frá því sem var að gerast. Og þegar Biblían ekkert að leyna okkur því hvað var að gerast, að bræður Jósefs, þeir jafnvel sumir fóru upp í rúm með þessum hjákonum Jakobs. Og það var bara mjög illa séð. Jakob verður vís þetta. Jósef sagði frá þessu og Jósef verður bæði óvinsæll af þessu og fyrir bragðið að þá hann ekki einn af þeim sem við getum sagt að hafi tengt bræðurna saman. Hann eiginlega kom með þarna flein inn í fjölskylduna. Svo annað sem gerist. Eftir þetta vers sem við sjáum, hvernig Jósef ber föður sínum illan orðróm, þá segir að Ísrael unni Jósef mest allra sona sinna. Og stuttu seinna, þá segir í 5. versinu, Jósef dreymdi draum. Hvernig var svefnið hjá þér í nótt? Dreymdi þið eitthvað? Var eitthvað sem kom þér á óvart í nótt? Það oft á tíðum sem að Guð tala til okkar í svona draumum nætu sínum sem að við eiginlega lokum á. En Jakob, hann fær að heyra og bræður Jósef, þeir fá að heyra að draumarnir sem Jósef kom með og fekk að dreyma, þeir voru bara mjög undarlegir. Einn af þeim var svoleiðis að hann var kornbundinn á akrinum sem stóð uppi og öll hin kornbundin 12, þau hneigðu sig fyrir honum. Og bræðurnir sögðu, hvað? Ertu vissum að við viljum hneigja okkur fyrir þér? Og það var það sem gerðist. Þeir skildu drauminn leið. Guð hafði verið að opinbera honum Jósef hvernig framtíðin yrði. Svo segir hann líka pappa sínum og mömmu frá draumnum þegar sólin og tunglið lutu honum og allir bræður sem voru stjörnundar í kring lutu honum og faðir hans var bara móðgaður. Og það segir svolítið merkilegt þannig í 11. versinu og bræður hans öfunduðu hann ef faðir hans festi þetta í hug sér. Það kemur í ljós
að bæði Jakob og bræður hans, þeir mundu þessa drauma. Þeir ætluðu ekki að láta það rætast. Og það farið að gera út á það að reyna að hindra það að Jósef sjái þessa drauma rætast. Hvað heldur þú að mæti þér ef að Guð að kalla þig til erinda og Guð að senda þig í sendiferð og Guð að útbúa þig sem mann sem hann ætlar að nota? Halda þetta sé bara að dansa á rósum. Halda þetta sé bara nú þægilegt og gaman að vera til því að Guð ætlar að nota mig. Þú fær mikið anstreymi og óvinnu sannana, djöfullinn, hann fær tækifæri til þess að ráðast gegn þér. Og hann mun nota hvert einasta tækifæri gegn þér. En það það sem er svo merkilegt við þetta. Hinn Guðlegi, hann reiknar ekki með sjálfum sér. Hann reiknar með Guði. Og það Guð sem verður með okkur. Og við komum inn í þessa frábæru sögu þegar Jósef sendur síðan frá föður sínum og við erum búin að fá, það búið að kynna fyrir okkur hugarástandið og hugarþelið í fjölskyldunni og Jósef sendur með nesti til bræðrana. Og þá komum við í kaflan sem að fjalla það þegar við förum í 20. versið. Þá hann að nálgast bræður sína og þá segja þeir, sjá, þarna kemur draumamaðurinn, förum nú til og drepum hann. Það ekkert meira. Bara svona var andinn í fjölskyldunni hjá þessum mönnum sem áttu erfa Guðs ríki, skiljiði. Förum nú og drepum hann. Og svo segir aðeins seinna, þá förum og drepum hann og köstum honum í einhverja gryfju og segjum svo að óargadýr hafi etið hann. Þá skulum við sjá hvað úr draumnum hans verður. En Rúben heyrði þetta, vildi hann frelsa hann úr höndum þeirra og mælti, ekki skulum við drepa hann. Og Rúben sagði þá, til þess að hann gæti frelsað hann úr höndum þeirra og fært hann aftur föður sínum, úthellið ekki blóði. Kasti honum frekar þessa gryfju sem hér í eyðimörkinni en leggjum ekki hendur á hann. Og í því þá sjáðu kaupmannalest koma. Og þeir taka Jósef upp úr gryfjunni og bjóða til sölu. Og kaupmannalestin, Mídjanítar eða Ismaelítar, afkomendur Ismaels, þeir kaupa hann fyrir 20 sikla silfurs. Og sjáu þið, eða 20 sikla bara. Sjáu þið hvað þetta merkilegt í 28. versinu. Og þeir seldu Jósef Ismaelítunum fyrir 20 sikla silfurs. Þessi setning, hún gerir það verkum að það hægt að setja þetta upp á ár hvenær hann var seldur. Þeim til mikillar undrunar þá voru þeir að grafa í fornri borg í Ísrael sem heitir Lakís. Og þegar þeir að grafa borgina þá komast þeir að skala bókasafninu, ef ég má orða þetta svoleiðis. Það var hrúga af leirtöflum sem hafði að geyma alls konar samninga og upplýsingar. Þarna var verið að segja frá því þegar menn seldu frumburðarréttinn eða þeir létu eitthvað annað í té fyrir eitthvað annað. Þetta voru svona viðskipta samningar. Og eina af þessum töflum, hún var með verðskrá. Og verðskráin fyrir þrælana, hún var lengi vel 17 siklar, 18 siklar, 19, svo eitt ár var hann 20 siklar, síðan var það fór það ekki niður fyrir 20 sikla, það var allt saman 21 og þar fyrir ofan eftir 1800 fyrir Krist. Og þeim var svo brugðið við þetta fornleifafræðingum, þeir sögðu bara, nú getum við dagsett söguna Jósef. Hann seldur fyrir 20 sikla silfurs, 1800 fyrir Krist. Vil ég rífast við þetta? Nei, það ekki hægt. Vegna þess að þetta skráð í leirtöflur, þetta meitlað í grjót. Og leirtöflunar, þær varðveittust vegna þess að þegar Lakís var unnin, þá kveiktu þeir í borginni. Og það sem var gert úr leir í borginni, fór í eldinn, það hertist og fyrir bragðið þá varðveittust allar þessar leirtöflur. Og það það sem við erum að sjá að leirkera listamenn gera í dag. Þeir búa eitthvað til úr leir
og svo setja þetta í ofnin og hita ofnin og brenna leirinn. Þar með þetta orðið eins og grjót. Og það var nákvæmlega það sem að gerðist og við getum séð fyrir bragðið þá varðveitast þessar upplýsingar. En Jósef var seldur. Við förum með söguna þegar hann kemur til Pótifars. Hann keyptur í Egyptalandi og Pótifar hann sér hag í því að gera kallinn að efni við fyrir sig, tekur inn á heimili sitt og það fljótlega sem hann tekur eftir að Jósef einn af þeim mönnum sem hann getur bara treyst. Hann treystur hann fyrir öllu búi sínu og það sagt Jósef að hann hafi séð svo vel bú Pótifars að Pótifar hann bara mætti í hádegismat og hann mætti í kaffi. Það var allt saman tilbúið hjá honum. Hann treysti kallinum algjörlega. Hvað heldur hafi búið í hjarta Jósef? Að vera seldur eins og þræll, vera komin í hús Pótifars. Haldi að beiskjan hafi ekki oft komið upp hjá honum, haldi hann hafi ekki oft spurt Guð, af hverju mig að dreyma svona sterka drauma með köllun þína, skilaboð frá þér, af hverju erum við ekki að sjá þetta rætast í blessunum? En Jósef, hann sá þetta ekki komið blessunum heldur, hann var seldur sem þræll. Og maðurinn sem fekk draumana var öfundaður, hann fekk þessi viðbrögð frá bræðurum sínum, þeir vildu drepa hann og honum útskúfað úr sinni fjölskyldu. Ekki auðvelt fyrir svona kringumstæður að eignast einhverja beiskjurót og ala á hann og segja ég fyrirgefi þetta aldrei. Þeir skulu fá að kynnast fyrir, eða þekka, eða fá að finna fyrir þessu. Og það það sem svo mannlegt. Við viljum svo gjarnan, ef eitthvað anstreymi kemur til okkar, þá viljum við sýna hörkuna, við viljum svara því, við viljum gera eitt og annað, en Jósef sýnir okkur svolítið merkilegt. Hann hefnir sín ekki sjálfur. Hann ekki að leita hefnda. Hann bíður eftir tækifæri að Guð sjáu málin. Svo förum við bara yfir söguna og við getum séð alveg að þegar hann komin í hús Pótifars, þá þetta maðurinn sem treyst fyrir öllu hans húsi. Og þið vitið hvað gerist í húsi Pótifars. Konan vildi endilega fá Jósef upp í rúm til sín, leita fylgilags, en Jósef stenst. Í dag þá hefði hann sjálfsagt verið svo margur unglingurinn, hann hefði bara látið vaða. Hann hefði bara gert þetta sem hún bað Og svo hefði hann hugsað með sér, hann veit þetta hvort þið enginn. En það var eitt sem hann gerði í þessu. Hann varðveitti sálu sína og hann varðveitti sjálfan sig frá því að vera að snerta konu náungans. Og Pótifar, hann trúir vitleysunni í konunni þegar hún játar að hann hafi komið til sín og ætlaði að reyna við sig. Og Jósef þar af leiðandi sendur í fangelsi. Hvað var hann í fangelsinu? Þetta var ekki sólarstofa, þetta var ekki flott hótel og sólarströnd, þetta var myrkra herbergi. Hann var geymdur þar og það álitið hann hafi verið geymdur þar í það minnsta í 7 til 10 ár. Hann var í húsi Pótifars í svona 13 ár eða sem hluti af fjölskyldu Pótifars. Það vitað að hann settur yfir fangelsið. Fangelsisstjórinn, hann bara trúði honum og treysti honum fyrir fangelsinu. Og þetta ekki svolítið athyglisvert? Það fylgir manninum, honum treyst fyrir að fara með nesti út í haga til bræðra sinna. Honum treyst fyrir að sjá hús Pótifars. Honum treyst fyrir að sjá fangelsið. Þetta maður sem reynist traustsins verður í öllum þessum kringumstæðum. Viss hvað var framundan? Nei, en hann þjálfaði sig fyrir það sem framundan var án þess að vita hvað biði hans. Svo hann með 2 samföngum sínum og þeir fara að segja honum draumana. Og draumarnir verða náttúrulega svolítið grípandi og Jósef ræður draumana. Og segir við byrlaran, já, heyrðu, það sem mun koma fyrir þig,
Faró, hann mun leysa þig úr fangelsinu og hann mun setja þig aftur í höllina og þú munt byrla honum drykki og þú munt sjá vínföng og drykkjarföng fyrir hann. Það gerðist. Og þegar við komum í þessa sögu, takk eftir hvernig þetta verður, þetta auðvitað til þess líka að auka á freistni Jósef, því að það hefur ekkert verið auðvelt fyrir Jósef að lenda í þessu. Og það segir í 40. kapitulanum, niðurlag þessa kafla, að þá er verið að fylgja okkur eftir og þá sjáum við hvað verður manninn sem kemur í höllina. Sagði Jósef draum sinn og draumandi rættust og Jósef sagði hvernig draumandi myndi rætast. Og þá segir þetta vers í 23. versið, en eigi myndist yfirbyrlari Jósefs, heldur gleymd honum. Heldur gleymd honum. Hvað er ekki oft sem að við lendum í mjög svipuðu, okkur dreymir drauma og við jafnvel gleymum þeim. Í staðis að vita það, hann má alveg skráða niður, því þeir eru oft merkilegri en við höldum. Einu sinni dreymdi mig þann draum að ég lá í dívanum mínum þar sem ég legði á Hverfisgötu 50. Ég var þá ungur ógiftur maður og ég vaknaði þegar ég ligg í dívanum, þá horfi ég svona upp í himinin og þá var þakið af húsinu og ég sé að það er stjarna sem hrapar af himnum og kemur í fallegum boga og ég sé að hún breytist í svona eins og litla bandsnúru, gullsnúru sem að konur notuðu gjarnan fyrir framan giftingarhringana sína. Svo dettur þessi bandsnúra á hliðina og ég sé að hún fléttar nafnið Brynja. Þegar ég vaknaði, þá byrjaði ég að segja, nei Guð, ekki hún. Ég vissi nákvæmlega hvað þetta þýddi. Þetta var draumur sem rættist, hún situr mér, situr Kristínu við hönd, við hlið. Þess vegna heitir hún Hrefna Brynja. Ég vissi nákvæmlega að Guð var að benda mér á hvað hann ætlaði að yrði. Svo ég get sagt nokkra svona drauma sem að ég hef fengið í gegnum tíðina vegna þess að Guð, hann tala til okkar bæði í draumum og í nætur sínum. Og sjáu þið hvernig Guð tala til Móse og ef ég fæ að fara með ykkur inn í 3. Mósebókina, komið með mig þangað, það er, skulum sjá, gæti verið 4. Mósebók. 4. Mósebók, 12. kapitula. Þetta er mjög athyglisvert af því að hér er Guð að tala til systkina Móse og hann segir við okkur í 4. versinu, þá talaði drottinn allt í einu til Móse, Arons og Mirjam, farið þið 3 til samfundatjaldsins og þau gengu þangað 3. Þá sté drottinn niður í skýstólpanum, nam staðar við tjaldyrunum og kallaði á Aron og Mirjam og þau gengu bæði fram og hann sagði, heyrið orð mín, þegar spámaður er meðaliðar, þá birtist ég honum í sýn eða talaði hann í draumi. Þetta var það sem hann gerði við Jósef. Ég birtist honum í sýn og talaði hann í draumi. Hvað gerir hann svo? En ekki er því þannig farið með þjón minn Móse. Honum er trúa fyrir öllu húsi mínu. Ég tala við hann munni til munns, berlega og eigi ráðgátum og hann sér mynd drottins og því skirðist þá eigi við að mæla í gegn þjóni mínum í gegn Móse. Og Móse var bara að hafa vit fyrir systkinum hans. Ekki mæla gegn þjóni mínum Móse sem ég tala við augliti til auglitis. Og þau máttu vita, ef að Guð er að tala til þeirra í draumum og nætur sínum, þá getur hann að tala til þjóna sinna munni til munns, augliti til auglitis. Guð veit alveg hvernig hann á að hafa samband við okkur. En hvernig lesum við drauman okkar? Hvað gerum við ef okkur dreymir skrýtna drauma? Förum við drauma ráðningabækur? Þá er enga draumaráðningabækur til í fangelsinu sem Jósef var í. Hann bara vissi, hann fekk bara opinberun, já, draumurinn þýðir þetta. Þú verður
þú munt deyja og þú munt fara í höll konungsins. Svona útlistaðan draumana. Þá komum við að næsta atriði. Að hann hafi skilið það hvað draumandi væru mikilvægir sem hann hafi fengið í foreldrahúsum, vissan hvað var framundan. Komum aðeins, höldum áfram með fyrstu Mósebókina og tökum eftir því sem að þetta gerist. Þegar Guð búinn að mæla með honum og Jósef, hann oft á tíðum í freistninni, það hlýtur að hafa verið freisting fyrir hann að vera beiskur og óanægður þegar byrlarinn gleymdi honum í 2 ár. Hann myndi ekki eftir því. Maðurinn sem hafði sagt honum frá draumunum, hann bara rifjaði þetta ekki upp. Þetta bara hvarf frá honum. Og Jósef beið og beið og beið. Og þetta svolítið algengt hjá okkur. Hvað gerum við þegar við biðjum Drottinn? Það er bænarefni. Það eru veikindi. Þú þarf peninga núna, helst í gær. Það þarf að leysa málin, þú veit hvernig það er. Og við biðjum, Guð, hvar ertu núna? Guð, hvað á ég að gera? Guð, hvernig leysir málin? Veistu það að í gegnum allt þetta er Guð að aga persónuleika þinn. Til þess að þú fáir að vera maður sem verður treyst fyrir meiri auði. Og Jósef var einn af þessum. Hann bara fékk að reyna það, honum var treyst fyrir húsi faraós, honum var treyst fyrir fangelsinu og hann stóð sig í öllu þessu þangað til að koma að því að faraó dreymdi draum. Og faraó, hann var ekki ánægður með að skilja ekki hvað draumurinn þýddi. Og það er svo athyglisvert þegar við komum í þennan kafla, þegar hann dreymir draum, þá förum við 41. kapitula, 1. Mósebókar, og það er ákaflega skemmtilegt hvernig þetta er sagt frá þessu þar. Það er sagt, bara yfirskriftin er, Jósef ræður drauma faraós. Og þið vitið alveg hvað hann dreymdi. Hann dreymdi að það kæmu 7 uxar, feitir og pattarlegir upp úr ánni Níl. 7 uxar. Svo kom aðrir 7 og átu þess að feitu og pattarlegu uxa. Og hvað var með þá? Þeir sem átu hina feitu og pattarlegu, þeir urðu bara ekkert feitir. Þeir voru alveg jafn rýrir. 7 rýrir uxar komu á eftir. Og það er þá, þegar faraó segir hennar draum, það er þá sem byrlarinn kveikir á perunni og hvað segir hann? Sjáu þið í versi 9. Ég minnist í dag synda minna faraó. Í fangelsinu með mér var maður sem réði draumana sem mig hafði dreymt. Hver veit nema hann geti ráðið draumana sem að þig var að dreyma. Og það náði Jósef alveg í snarhasti. Kallið settur í bað, klipptu til og gerðu flottur, klæddur í flott föt. Og svo segir faraó við hann með draumana og kornið og uxana og allt það. Og Jósef þarf að standa skil á þessum draumum. Enga draumaráðningabækur í höll faraós. Og Jósef segir bara nákvæmlega hvað honum býr í brjósti. Bara það kemur opinberun og faraó bara skynjar, kallinn er að segja satt. Þetta er bara rétt túlkun hjá honum. Og hann veit bara að það eru 7 góð ár, síðan koma 7 mögur ár og Jósef segir, fáðu nú bara velkynntan mann, skynsaman mann, látt hann yfir þetta verkefni og látt hann skipuleggja björgunarstarf fyrir Egyptaland. Og faraó segir við ráðgjafa sína, er ykkur betri til þess hæfur heldur en maðurinn sem les draumana og skynjar þetta? Allir sammála. Þetta var maðurinn sem Guð hafði sendt áður heldur en til þrenginga kom. Og Jósef er ráðinn á staðnum, hann er orðinn einn æðsti maður Egyptalands. Hefðu þú ekki notað tækifæri þegar þú ert orðinn æðsti maður Egyptalands að náði niður á kettlingarnas Pótifars? Hefðu ekki látið hana og leifinni dúsa í myrkra stofunni? Hefðu ekki látið Pótifar finna fyrir því hvaða lélega dómgreind hann notaði? Nei, Jósef gerði þetta nefnilega ekki. Hann lét bara Pótifar og heimili hans algjörlega í friði. Og það virðist vera
að hann var algjörlega laus við hefnigirni. Hann var algjörlega laus við það að reyna að ná sér niður á einhverjum. Er þetta kristilegt? Er þetta ekki akkurat það sem Jesús segir við okkur? Leyfið þín í refsandi reiði að komast að. Hefnið ekki sjálfir bræður. Látið Guðs hönd komast að. Og Jósef kemur þannig út úr sögunni að hann flekklaus. Það enginn með eitthvað á hann að segja, þetta var maðurinn sem hann kunni ekki að nota og hann misnotaði aðstöðu sína. Hann bara fór í verkefnið að undirbúa Egyptaland fyrir 7 hallæri. Hvað myndir þú gera? Hvað heldur að Guð sé að gera í þessum söfnuðu hér? Hvernig heldur þú sett komin á samkomi hér og við séum að rifja þessa gömlu sögu upp? Og þessi saga, hún ekki í Nýja testamentinu. Hún löngu áður en lögmálið var gefið. Þið vitið, Móse var ekki einu sinni búinn fæddur og hann var ekki búinn að kalla Ísraelsmenn út úr Egyptalandi. Þetta var áður en Ísraelslífið var til. Þegar Jósef kemur inn í tilveruna, þá hann ekki gyðingur. En þetta eru forfeður gyðinga. Það síðan annar mál. Og það kom mjög margt gott út úr þessu. Mér langar aðeins að fara með ykkur inn í fleiri þætti. Ég ætla að fá að fara með ykkur inn í Davíðssálm 105. Því að Davíðs konungur, hann býr til sálm sem ákaflega athyglisverður fyrir okkur trúuðu. Við erum ofta að lesa sálmana og í Davíðssálmi 105 þá bara kallar hann til atburðana og bendir mönnum á hvernig Guð hafi farið að löngu áður en hallarið kom. Það segir í 16. versinu: þá hann kallaði hallæri yfir landið, braut í sundur hverja stoð brauðsins, þá sendi hann mann á undan þeim. Jósef var seldur sem þræll. Hann kom sem þræll til landsins. Og veistu hvað þetta merkilegt með þrælinn? Þið munið þegar Júdas seldi Jesú. Munið á hvað Júdas seldi Jesú? 30 silfurpeninga. Fyrir hvað var það? Það var algengt verð á þræli á dögum Jesú. Hann var seldur sem þræll. Og hann fór í hús óvinarins þegar hann var krossfestur og hann leysti lykla dauðans og helja til sín. Hvers vegna Jesús Kristus svona mikilvægur? Og Jósef seldur sem þræll og hvað gerði hann í húsi faraós? Hann bjargaði sinni fjölskyldu líka. Ekki bara Egyptalandi, heldur líka sinni fjölskyldu. Og sjáðu hvað athyglisvert þegar sálmaskáldið segir þetta við okkur. Í 18. versinu: þeir þjáðu fætur hans með fjötrum, hann var lagður í járn, allt þar til orð hans rættust. Allt þar til orð hans rættust og orð drottins létu hann standast raunina. Nú veistu hvers vegna mikilvægt fyrir þig þegar þú ætlar að þjóna drottni að þú þekkir orðið. Undirbúðu þig, lestu orðið, komdu Biblíunni inn í þig, vertu með hugaðinn hjá drottni, því að þá munt þú standast þær freistingar sem verið að leggja til þín. Það verið að reyna að fella þig líka. Þú sleppur ekkert frekar en Jósef. Þú sleppur ekkert frekar heldur en postularnir og aðrir spámenn eða kennarar eða kristnir menn. Það svo margt sem Guð veit að mætir okkur, en látum ekki æðrast, höfum ekki ótta, tökum orðið til okkar, látum orðið leið okkur, því að það var orð Guðs sem létu Jósef standa og það mun líka láta þig standa. Nú á ég ekkert mikið eftir af þessari sögu, annað en það. Ég ætla að fá að bara ljúka henni á þann hátt að við förum eiginlega inn í ævi Jósefs, hvernig henni lauk. Mér finnst það líka mjög athyglisverður þáttur. Þið vitið það að hann, þegar þeir komu bræðurnir til hans til þess að kaupa korn, að þá lendar í ákveðnum ógöngum vegna þess að Jósef, hann lætur stoppa þá, hann hafði látið peningana þeirra aftur í pokan og svo leta hann gullbikarinn í poka Benjamins
og þeir voru búin að segja það að ef hann fyndi gullbikarinn í poka einhvers, þá sá þræll. Og það var einmitt aðilinn sem að Jakob var búin að taka loforð af þeim, að þeir yrðu að koma með yngsta bróðurinn aftur, því að það var honum ofviða að missa hann frá fjölskyldunni. Og þegar þið sáu það, að bikarinn fannst í poka Benjamins, þá náttúrulega voru þeir alveg höggdofa, angistinn greip þá, og það alveg berlegt þegar við ferðum að lesa sögun þá. Þá segir í 42. kapitula, þá sögðu hver við annan, sannarlega eru við í sök fallnir fyrir bróðurvorn, því að við sáum sálarangist hans þegar hann bað oss vægðar og við dauf heyrðumst við. Þess vegna eru við komnir í þessar nauðir. Og þeir eru strax farin að tengja saman. Þeirra eigin verk að koma niður á þeim. Og þeim bara líst ekki á blikuna. Þeir höfðu farið illa með Jósef, nú var hann dáinn, þeir vissu ekkert hann, þeir þekktu hann ekki þegar hann var að selja þeim korn, og þeir voru alveg handvissir að nú væru verkin þeirra að koma þeim koll. Og það svolítið athyglisvert þegar við sjáum að synd, ranglæti, það hefur afleiðingar í okkar lífi. Við gleymum þess ekki. Það eitt og annað sem að hamrar á okkur, við viljum ekki muna þetta, við þurfum helst að losna undan ásökuninni, en hún kemur. Og bræður Jósefs, þeir finna fyrir ásökuninni, en ekki frá Jósef. Jósef var ekki að rukka þá, hann var ekki að koma að þeim illa, hann var aftur á móti að opna á það að þeir kæmu til hans, þeir myndu lúta honum og bukka sig fyrir honum, alveg svo draumarnir sögðu. Þeir urðu að ganga undir það að draumurinn kornið, hann rættist. Og þeir urðu allir að bukka sig og beygja sig fyrir næst aðsta manni Egyptalands sem var bróðir þeirra. Nú náðu þeir Jakob. Það stytta en söguna. Þeir náðu Jakob og Jakob ásamt konum sínum kemur til Egyptalands og hann fer á fund faraós og Jósef kynnir fjölskylduna fyrir faraó. Og faraó hann fær þetta boð frá Jósef að hann óskar eftir því að þeir fá að skjóta skjólshúsi sínu yfir bæði Jakob og fjölskylduna. Og þegar það kemur í ljós að faraó bara segir að velja það land sem að honum bara best líkar, að þá faraó svo viss það að þeir munu bara verða til blessunar, að þá sagt frá því að Jósef stendur frammi fyrir faraó og faraó vill fá aðeins að vita hann. Og þá kemur fram eitt orð í Biblíunni, þetta í fyrsta skipti sem orðið pílagrímur notað í Biblíunni. Og það segir í 47. kapitula, og ég ætla að fara með ykkur inn í 8. versið, þá fór Jósef inn með Jakob, föður sinn, leiddi hann fyrir faraó, og Jakob heilsaði faraó með blessunaróskum. Og faraó sagði við Jakob, hversu gamall ert þú? Þetta eitt af því sem sagt þér í dag, að þú mátt ekki spyrja fólk eða konu, hversu gömul ertu? Þú mátt ekki spyrja aldur og fyrir störf. En Jakob, hann var bara einn af þessum mönnum, sem bara svaraði faraó og segi við hann, vegferðatími minn 130 ár. Og þetta orð vegferðatími, það gjarnan þýtt sem orðið pílagrímsferð, pílagrímstími. Og hvað það? Í gyðingdómi og í kristinni trú, þá aðalatriði hjá okkur að við erum að fara frá A til B. Það bein lína. Þannig ævi okkar. Í hindúisma aftur á móti, og hjá þeim sem stunda að jóka, þá endalaust verið að fara hring eftir hring eftir hring. Það alltaf verið að endurfæðast hitt aftur til jarðarinnar, menn að breyta útlit og verða skepnur eða rottur eða krókódílar eða hvað það nú að afarnir þeir eru jafnvel í ykkur í skepnu. En í Biblíunni það, þú fer frá A til B, af því við erum á pílagríma leið. Við förum úr okkar tilveru í gegnum ævina og inn
til eilíðarinnar. Og það var það sem Jakob sá. Vegferðartími minn 130 ár. Jósef vissi það líka. Og svo gerist það að þeir fá vissulega búi í Egyptalandi. En af því að Jakob var orðinn gamall maður, þá gleymdi hann ekki að undirbúa útför sína. Og það kannski það sem við kristnir þurfum að átta okkur á. Veistu hvenær þú munt deyja? Veistu hvað framundan er? Það núna svolítið algengt að menn eru vilja helst hafa útföruna þannig að það er bara allt í lagi, mér er alveg sama hvað lendi því dey, ég á vin á báðum stöðum. En Jakob, hann var alls ekki á því að það er sama hvað lendi þegar hann deyr. Hann segir frá því í 47. kapitulunum: Jakob lifði 17 ár í Egyptalandi og daga Jakobs æviár hans voru 147 ár. Dró að dauða Ísraels, lét hann kalla Jósef son sinn og sagði við hann: hafið þér ekki fundið náð í augum þínum, þá legg hönd þína undir lend mína og auðsýn mér elsk og trúfesti. Jarða mig ekki í Egyptalandi. Jarða mig ekki í Egyptalandi. Ég vil hvíla hjá feðrum mínum og skalt þú flytja mig burt úr Egyptalandi og jarða mig í gröf þeirra. Og það er svo merkilegt. Jakob, hann fær einmitt þetta verkefni: þegar deg, þá ferðu með mig til Egyptaland, ferðu með mig til Ísraels. Þú lætur mig hvíla í landi fyrirheitana. Og Jakob, hann varð einmitt að predika fyrir sonum sínum. Það skipti máli hvar líkaminn minn verður. Vissan upprisudaginn. Svo ætla ég að fara með þig í 15. kapitula, 1. Mósebókar, og ég ætla að fara með þig í 25. versið. Þá er Jósef kominn að ævilokum. Allt saman gengur upp. Hann verður ekki lengur næst æðsti maðurinn í Egyptalandi, en minningin var til. Og Jósef fann að það þurfti að undirbúa útförina. Og hvað gerist? Í 25. versinu sagt: og Jósef tók eið af Ísraelssonum og mælti: sannlega mun Guð vitja yðar, flytji þá bein mín héðan. Vistu hvað leið langt frá því að Jósef deyr og það til beininans voru komin í gröf í Ísrael? Yfir 500 ár. Það var löng útför. Hann fylgdi þeim í gegnum eyðimerku gönguna í beinakistunni vegna þess hann var búinn að taka eið af þeim: bein mín skulu hvíla í landi fyrirheitana. Og mér finnst þetta alltaf svo merkilegt þegar við komum að þessum punkti. Ef ég fer með ykkur í kaflanum trú, í Hebreabréfið 11, er ekki Hebreabréfið að segja ykkur eitthvað stórt og mikið þessa andansmenn trúarinnar? Hvernig þeir litu á framtíðina. Það var ekki nóg að þeir gerðu Guð dýrlegan í sínu lífi og í sínu verki. Þeir vildu líka láta Guð sannarlega eiga framtíðina með þeim. Það segir í 22. versinu í Hebreabréfinu 11: fyrir trú minntist Jósef við ævilokinn á brottför Ísraels sona og gjörði ráðstöfun fyrir beinum sínum. Trúin hafði þau áhrif. Hann horfði fram á veginn. Trúin hefur þessi áhrif. Þú lætur þig standa sama hvað mætir þér. Guð verður með þér, jafnvel þó þessu þrengingar og erfiðleikar, Guð er með. Og þegar hann er að gefa þér skilaboð hann ætlar að nota þig, eða hann ætlar að leggja fyrir þig verkefni, ekki færast undan. Ekki kvart undan því þó einhverjir séu á móti eða einhverjir snúist í gegn. Leyfðu fyrirmyndinni hans Jósefs lýsa þig. Leyfðu orði drottins upplýsa þig. Og þú veist alveg hvernig þetta er með þig og með Jósef, að þegar þú hefur fengið þitt hlutverk, þá mun Guð leiða þig til rétts staðar á réttum tíma áður en ógöngurnar koma. Og þetta vantar á Íslandi. Okkur vantar menn sem að hafa agað sig í að hlýða Guðs heilaga orði
og láta orð Drottins leiða sig og síðan mæta þeir í ríkisstjórn, verða ráðherrar vegna þess að þeir ætla að láta orð Guðs rætast. Blessun Drottins kemur yfir Ísland í gegnum menn sem eru trúarinnar megin, ekki vantrúarinnar megin. Og við þurfum að biðja fyrir því, kæru vinir, að Drottinn hann veki upp bæði okkur og aðra, að þeir sem eru ætlaðir til blessuna fyrir land og þjóð, þetta verið menn sem að taki mark á orði þínu. Með hverju getur ungu maður haldið vegi sínu hreinum? Með því að gefa gaum að orði Drottins. Heyri amen. Hann að kalla þig og mig. Hann að senda þig drauma og nætursýnir. Hann að minna þig á orð. Hann að minna þig á atburði sem að hann hefur áður gert. Jósef, hann kemur ekki út úr okkar sögu sem maður með fullan af lögmáli eða beiskju. Hann maðurinn sem Guð notaði. Amen. Og við skulum allavega taka það svoleiðis fram. Nú ætla ég að bjóða ykkur, af því að við tókum ekki samskot á það, bjóða ykkur að taka þátt í samskotum. Ég ætla að bjóða ykkur að rísa á fætur, við byggjum saman og hún Marta ætlar að koma hérna með, en við ætlum að syngja allavega einn söng að lokum, og það söngur sem að bara á erindi til okkar, eins og straumlið sterkara vatna, 346. Marta, please. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for this day. Thank you, Jesus, for the word that you said. Takk, Jesus. Lord Jesus, we are here again to worship you with the substance that we received from you. Amen. Lord Jesus, we ask you to accept it. I pray in the name Já, of Jesus. Amen. Eins og straumlið sterkara vatna. Þið þekkið þennan söng ekki. Fyrir blóði frelsið á ég. Eins og straumlið sterkra vatna, stillt og fögur djúp og rein, þín sannelska Drottinn uppsprettan við lífsins stein. Fyrir blóði frelsið á ég, fyrir trún á Jesúm Krist. Hann fékk opna niður guðna, hann sál og nafni rík. Eins og dúfa örvun skotin, eða einbebana kom ég þínu krossa, Jesús, kvölin var á samri stund. Fyrir blóði frelsið á ég, fyrir trún á Jesúm Krist. Hann fékk opna niður guðna, hann sál og nafni rík. Himnesk gleði þau minn anda, horfin var minn ekt og sinn. Sjó í litlu sem í stóru, sá ég birtast Jesú minn. Fyrir blóði frelsið á ég, fyrir trún á Jesúm Krist. Hann fékk opna niður guðna, hann sál og nafni rík. Frelsið sem svana söngur, sólar björtu eyði frá, eða hvíld á blómstur bökkum, blárra vatna segli hjá. Fyrir blóð
ef það er rist á hendi hans, þá sér hann í hendi sér að þú ert Guðs barn. Megi náð drottins Jesú Krists og kærleikur Guðs og samfélag heilags anda vera með ykkur öllum. Við skulum enda þetta með bæn, svo förum við upp í kaffi og fáum okkur gott samfélag. Drottinn, þakkaði fyrir að við höfum gefað þér dýrðina og þakkar elskaði Herra að þú mátt bæði tala til okkar með berum orðum, með draumum, með nætu sínum og hjálpa okkur elskaði Herra að við lærum leksjuna hans Jósefs, að standast, reynast trú, vera réttlát og gera þig dýrlegan í öllu okkar lífi. Heyri amen við þessu. Amen. Náð Jesú verið með ykkur öllum. Takk fyrir yndislega samverustund. Amen. Þessum hluta er lokið.